Íslenska lambakjötið hefur lengi verið mikilvægur hluti af íslenskri sögu og menningu. Það þó þannig að lambakjötið fæðist ekki á veisluborðinu og því gegna framleiðendur og afurðastöðvar stóru hlutverki við að koma kjötinu á diska landsmanna. Fjallalamb dæmi fyrirtæki sem sérhæfir sig í slátrun og vinnslu lambakjöts, en fyrirtæki var stofnað árið 1990 og staðsett á Kópaskeri. Við heimsóttum Fjallalamb og freistuðum þess að fræðast aðeins íslenska lambakjötið og þá þróun sem orðið hefur í markaðssetningu þess. Nú eru nokkrar vikur síðan sláturtíð lauk og segir Björn Víkingur Björnsson, framkvæmdastjóri Fjallalambs, að hún hefur gengið mjög vel þetta haustið. Við slátruðum hérna 30.000 stykkjum. Meðalþungi var 800 grammum hærri en 2015, haustið 2015. Og það var nú líka, fengum við þetta einstaka haust sem að hérna gerði okkur þetta ljúft, sko. Það hjálpaði mikið. Hversu umfangsmikil sláturtíðin hjá okkur? Eru þið með margt fólk í vinnu? Hérna eru með öllu fólki rúmlega 70 manns og af þeim eru í kringum 20 sem eru að vinna hérna allt árið. Þannig að það má eiginlega segja að það komi hérna svona milli 45 og 50 manns sem að vinna þessar 6 vikur. Og hvaðan það fólk að koma? Stærsti hópurinn kemur frá Pólandi og það svona, ég hef orðið mjög góða tengingu til Póllands, þannig að það er mjög auðvelt fyrir mig að fá gott fólk. Reglusamt og gott. Hvernig svona, fyrir utan sláturtíðina, hvernig svona hefðbundið starfsár hjá ykkur í Fjallalambi? Nú, af sláturtíð lokinni þá hefst nú vinna, þá snýst nú allt að bæði selja og vinna þetta kjöt sem er nýkomið inn. Við erum með mjög þekkt vörumerki, Fjallalamb, sem er mjög þekkt fyrir gæði út á markaði. Við erum mjög stórir eins og í hangikjöti og grillkjöti og slátri og mörgum fleiri vörum, sko. Og það snýst eiginlega að vinna þetta bara. Og eftirspurnin eftir lambakjöti, hún bara alltaf stöðug? Hún aukast eða minnka? Hefur einhverja tilfinningu fyrir því? Eftirspurnin hér á Íslandi er alltaf til staðar, lambakjöt. Hins vegar er staðan þannig á íslensku markaði að það er of mikið kjöt til og þá, eins og þau kannski vitið, að það gekk ekkert mjög vel hjá afurðastöðvum 2015. Þannig að það er merki þess að það er of mikið til og lægra verð sem við fáum fyrir vöruna. Og þetta er svona mikið samkeppni út á markaði. Nú það svona varðandi, við höfum nú verið að flytja svolítið út hérna eins og aðrir. Það er svona okkar helstu viðskiptalönd eins og Noregur til dæmis og Bretland. Báðir þeir gjaldmiðlar féllu ásamt því að íslenska krónan styrktist. Þannig að það er svona, efnahagslega þá er þetta ekkert svona góður bransi í dag, en við höfum nú lifað svoleiðis ár áður og vonumst til að gera það aftur núna. En hvað stendur helst í vegi fyrir auknum útflutningi á íslensku lambakjöti? Gengi íslensku krónunar gagnvart öðrum gjaldmiðlum er náttúrulega svolítið vandamál þegar við erum að flytja út. Því að við þurfum ákveðið verð til þess að ná hagnaði, eða þess að ná einhverju framleiði út úr framleiðslunni. En það er alveg ljóst að við erum, það er alveg markaður út í einum stóra heimi fyrir íslenskt lambakjöt. Telurðu að mætti auka við þessu? Já, ég tel það. Hins vegar er markaðsverð, við erum með stóra framleiðendur hinum megin á nettinu sem að framleiða svona, hvert bú framleiði ekki 1000 lömbum meira en hvert bú hér. Svoleiðis. En það er mikið samkeppni það líka. Kröfur rekjanleika matvæla eru alltaf að aukast og hefur Fjallalamb tekið stór skref í þeirri þróun með hjálp nútíma tækni. Við fórum á stað fyrst með rekjanleika árið 2007. Þá
fórum við út á markað með og kynntum þetta í Fjarðarkaupum á sínum tíma. Það svona, markaðurinn var ekki alveg tilbúinn þá, held ég. Því að sko, það maður fékk svolítið á þeim tíma svona, maður fékk oft þá spurningar sko, eru þið ekki bara að setja eitthvað bú á miðana sko. Svona, trúði eiginlega ekki að það væri hægt að reykja þetta. Það var kannski það sem var meira vandamáli. En ég held að svo fórum við svona stigu við svona loka skrefi núna í vor. Þá fórum við á stað með vöru sem er sem sagt upprunamerkt og með svona QR-kóða þar sem að þú hefur möguleika á að skanna með QR-kóða með farsímanum þínum eða snjallsímanum og þá færðu upp mynd af bíli viðkomandi framleiðanda. Þannig að fólk getur bara verið í búðinni þess vegna og skannað mismunandi lambalæri og valið eftir því hvaða búð því líst best á. Já, í rauninni getur það og það þessi, við fórum gerðum í leiðinni heimasíðun okkar farsímavæna. Þarna inn á heimasíðunni erum við með heilmiklar upplýsingar bændur og bíli. Það eru upplýsingar á jörðina, það eru upplýsingar hvað þeir eru að gera. Það eru fjölskyldu svona myndaalbúm. Þannig að þetta ekki bara nafnið á bænum, þetta er miklu nákvæmar upplýsingar en það. Þarna mjög oft sko, myndir af hjónunum sem að búa þarna, ásamt fjölskyldu myndum. Og svo líka möguleiki fyrir þá sem að vilja tjá sig eitthvað við viðkomandi bónda. Það hægt að senda þarna fyrirspurn beint til bóndans og það kemur ekki hingað inn til mín, það fer bara beint til viðkomandi framleiðanda. Hversu miklu máli skiptir þetta að hægt sé að rekja vöruna með þessum hætti? Mér finnst þetta bara mjög mikils virði bæði fyrir okkur sem afurðastöð og fyrir framleiðandan ekki síður vegna þess að framleiðandinn náttúrulega kemur ekkert með hvaða lamb sem á sláturhús. Þetta svona ákveðið svona höft fyrir hann að honum má ekki vera sama hvernig lömbin hans eru þegar það sendur þau á sláturhús. Þetta eru flest öll lömb heilbrigð en það er bara þetta er svona gæða framleiðandi og fjallalamb sem afurðastöð eru að senda svona svolítið skilaboð út á til okkar kaupanda. Þarna eru við að garantera ákveðin reykjanleika og gæði.